Loksins kom þetta hjá Íringum, langþráður fyrsti sigur þeirra og það má segja kannski að þeir gáfu bara tóninn mjög snemma leiks á sig. Þeir náðu þarna til 12-5 fórustu sem þeir létu aldrei af hendi í þessum leik. Já, maður verður bara ánægður fyrir þeirra hönd að vera ekki að leggja lenda undir og vera að moka sig upp úr hólunni einhvern veginn eða koma sig upp úr hólunni allan leikinn Og mér fannst það gera ótrúlega margt vel, þú veist, auðvitað vera hann í byrjun markmaðurinn hjá þeim, Ólafur, en það var miklu meiri kraftur og það var, þú veist, hann mættur aftur þarna á línuna, Bjarki, og þið sjáu bara þessi varnarleikinn hjá þeim. Það er fullorðins varnarleikur. Það er fullorðins varnarleikur. Þetta er búið að vera svolítið eins og sé úlingavæpstundum yfir þeim og vantar þetta kasta sér á lausa bolta. Það er ekki þannig að þeir sé ekki að leggja sig fram, en það er bara vanta einhvern veginn að sýna fordæmi til þess að taka alvöru brot, kasta sér á lausa bolta, koma með alvöru hjálpaður, það sé press á boltamanni, það sé press á næsta manni sem er að grípa hann og þetta sem við sáum til dæmis á afturheldingu á móti Haukum. Það hefur vantað hjá ÍR-liðinu og það er erfitt að gera það með svona unga stráka, en þeir náðu þessu leik. Ég var mjög ánægður fyrir þeirra hönd með þessa byrjun á leiknum. Og meina Jakob Blöndal, þú varst mjög hrifinn af honum. Já, ég er bara búinn að vera hrifinn af honum í nokkra leiki, Jökull Blöndal. Já, Jökull Blöndal. Því að það sem þessi strákur hefur, þetta skot finnst mér geggjað hjá hann. Þegar hann er að taka hann á gólfinu þarna fyrir miðri vörninni, þú veist, ég veit ekki hvar hendin er upp í 3 metrum, þeir verða að finna fleiri svona stöður fyrir hann. Því þetta er ekki frábært mark sem við erum að sýna í sjá þarna, það sem hann kemur blind á móti bolta. Þetta í kontakt, þeir eru ekki breyk. Já, hún er að halda sér alveg láréttum. Já, ég meina, hann er örugglega 100 kíló þessi strákur. Og hann er farin að bæta sig varnarlega líka. Þú veist, hann er ágætis varnarmaður. Þetta? Hann minnir mig bara svo, eins og ég sagt áður, mikið á Þorstein Leo og það er bara unun að sjá hann einhvern veginn vaksa og hvað hann er fljótur einhvern veginn að læra og leikmennir sem að spila með honum er líka farin að læra að spila. Finnst þér þetta mark? Þetta er bara, þetta er alveg... Þetta er gamla skóla skiptumark. Og mér finnst svolítið eins og fyrir Bjarna, og hann hlýtur að vera að pæla í því, að finna fleiri stöður þar sem þú kannski setja Baldur á bakkann eða eitthvað og hann er á miðjunni og geta, því að við getum bæði skotið á gólfinu, hann kemur inn. Það eru öll lið að hækka vörnina sína móti Bernhard, þannig að það er svæði þar undir. Hvað gerist ef Jökull er að koma inn á miðjuna þegar við hækka á Bernhard? Það verður einhver að stíga út. Hvar er plássið? Er það fyrir línumanninn? Er það fyrir Baldur þá vinstra meginn er ráðast á? Það eru tækifæri þarna til að gera sóknarlega jafnvel ennþá betri. Og ég held að Baldur sé einmitt að læra svolítið inn á þetta. Hann er með 8 mörk í þessu leik úr 11 skotum. Það er ekkert langt síðan vorum alltaf að sjá hann með kannski 10 mörk en úr 20 skotum. Leið og hann fer að minnka skotin, taka meira ábyrgð með í þessu spili, að spila menn upp, lesa leikinn, þroska sem miðjumaður af því að framtíðans erlendis er svolítið þar einhvern veginn á meira á miðjunni í árás og bolta og leið og hann er farin að skilja leikinn vel, spila upp aðra menn, þá einhvern veginn tekur hann risaskref fram á því. Og það hjálpaði líka á sig að Sveinn Brynjar Agnarsson var með fullkominn leik 7 af 7. Kannski ekki fullkominn leik, kannski djúpt í áruna tekið, en þið vitið hvað ég er að fara. Já, ég meina og það eru nokkur slútt hjá honum, gjörsamlega frábær þarna. Þetta er, ég hef alltaf verið hrifinn af hann í horninu, hann einhvern veginn alltaf skora góða nýtingu yfirleitt, það er maður tilfinningin hjá manni og maður sjá ekki nýtingunni í öllum leikjum. En í þessu leik 7 úr 7, það er þvílíkt dýrmætt í fallslag að þú sért með 100% hornin. Það skiptir öllu máli. Já, þessi gauð stendur líka bara fyrir ÍR, stendur fyrir vinnusemi, hann stendur fyrir bara svona attitude sem að, ég bara mættir í vinnuna Ég veit ekki hversu oft liðin eru að reyna að spila einn á hann með bara línumann á milli 1 og 2 og ætla að vinna. Herru, af því að hann er lágvaxinn en hann vinnur bara svo stöðu aftur. Það er ekkert grín. Við höfum ofta alltaf að reyna þarna í FH en það er bara að mörguleiti erfitt. Það halda allir bara hann er lágvaxinn, setur stóra línumann og spila hann upp. Nei, hann vinnur bara þessa baráttu Hann er alveg til í fætin þessi.